Klukkan á Íslandi hefur verið stillt á sumartíma frá árinu 1968 og því klukkutíma á fljót á miðað við legu landsins. Margir telja þetta skerðingu á lífsgæðum og vilja láta seinka klukkunni aftur. Hver ert þú? Ég maðurinn sem vill breyta klukkunni. Takk fyrir að bjóða okkur heim til þín. Geturðu sagt mér aðeins hvað máli snýst? Ég sem sagt lagði fram ásamt mörgum öðrum tillögu á þingi nokkrum sinnum að breyta klukkunni, seinka henni klukkutíma, þannig að rauninni snýst þetta bara að klukkan á Íslandi sé stillt í samræmi við bara upprisu sólar og náttúrulegu klukkuna sem hér er. En við þurfum bara að leggja rökin á vogarskálarnar þegar við hugsum ungmennin okkar. Við erum með rosalega hátt brottfall á framhaldsskóla. Það er mjög margt ungt fólk sem er að flosna upp úr skólum út af mætingu, á erfitt með að vakna á morgnana og sérstaklega í skammdeginu vegna þess að unglingar að þeir eru með svona seinkaða dægursveiflu frá náttúrunnar hendi. Ekki bara allir unglingar latir. Þeir náttúrulega eru, held ég, vísindalega alveg sannað latari. Þess að þeir beinlínis þurfa meiri svefn. En núna var klukkunni alltaf breytt í gamla daga, var það ekki? Jú, áður fyrr vorum við á sumar- og vetrartíma. Svo var tekin ákvörðun 1968 að festa okkur á sumartíma og ég held að mér skilst að helstu rökin á bakvið þá ákvörðun hafi verið svona viðskiptalegs eðlis, að það hentaði betur fyrir þá sem stunduðu alþjóða viðskipti út af tímamismun og annað. En hvernig var fólk að taka svona í þetta frumvarp ykkar? Það voru ekki allir til í þetta? Nei, sko, viðbrögðin voru einmitt svolítið svona sönnun þess að fólk er að fá lítinn svefn. Fólk er illa sofið, sko. Fólk var mjög pirrað. Ég held nefnilega að sko lýðheilsumál, geðheilbrigðismál, hvernig fólki líður sé bara miklu mikilvægara heldur en efnahagsmál. Má bjóða þér að breyta þessari klukku hér? Já, ég var að vera að horfa á þessa klukku, hún er algjörlega vitlaust stillt, sko. Það á að vera svona. Nú líður okkur báðum betur. Það er miklu betur. Já. Allt annað. Ég hef heyrt andmæli frá golfurum og hestamönnum sem að vilja hafa bjart á sumarkvöldum. Þetta er nú yfir sumartíman sem við erum rosalega mótfallin þessu. Það á ekki við á veturna eins mikið og það má sýna því skilning að fólk vill að það birti fyrr og svona á veturna, en á sama tíma eru flestir sem njóta útiveru og fjölskyldu stunda á svona sumrin eftir vinnu, gera það þá á kvöldin og eftir vinnu, og það þýðir auðvitað bara að þau geta gert það klukkutíma skemur, sólin sest fyrr. En er geðheilsa þjóðarinnar ekki aðeins mikilvægari en að geta spila golf svolítið lengi? Ég gæti hagsmuna kylfinga á Íslandi sem eru nú 40.000 talsins í heildina og geðheilsa þeirra skiptir mig mjög miklu máli. Seinkun klukkunnar þýðir betri svefn, minni tími til að spila golf og það er ekki gott. Æ.